velkomin í þennan jólaþátt á N4. Ég búin að plata hann Jón Jónsson þjóðfræðing til þess að koma og spjalla við mig hann hefur valið fyrir mig myndir sem að hafa á einn eða annan hátt einhverja tengingu fyrir hann við jólin. Við erum stödd hérna á Sauðfjársetrinu á Sævangi á Ströndum. Velkomin Jón. Takk fyrir. Takk fyrir að koma í þáttinn. Það var lítið. Ég var tilbúin í þetta bara. Já, þakka kærlega fyrir. Heyrðu, við ætlum að byrja hérna á þessari mynd. Já. Segðu mér aðeins frá þessari mynd. Þetta er hérna bærinn sem ég er frá á Ströndum. Það sem ég fæddist og ólst upp. Steinadalur í Kollafirði á Ströndum. Þetta er svona æskustöðvarnar og heilmiklar minningar tengdar við þennan stað, það sjálfsögðu. Og hérna margt sem þarna var brallað. Þetta er svona vetrarmynd, þetta er dálítið snjóþungur dalur. Þetta er einn af örfáum bæjum á Ströndum þar sem sést ekki í sjóinn. Þetta er svona dálítið lokað inn í dalnum. Og það eru mjög margar góðar minningar frá uppvextinum þarna. Hvernig var að halda jólin þarna? Það var mjög skemmtilegt, má segja bara. Við vorum stór systkinahópur, við vorum 7 systkini sem áttum heim í Steinadal. Og pappa og mamma voru þarna líka og oft mikið líka af heimsóknum og fjölskylduboðum og þess háttar. Fólk kom til að spila og borða mat og hafa gaman eins og við annars staðar á jólunum. Var auðvelt að komast til ykkar oft? Nei, það var það nú ekki, sko. Nei. Þetta var ég er svo gamall, finnst mér stundum. Þegar við erum að bera okkur saman, ég og kona mín, Ester Sigfúsdóttir, við erum jafngömul. Þá var stundum eins og ég sé samt einhvern veginn svona 100 árum eldri heldur en núna því ég man aftur fyrir rafmagnið áður en það kom í Steinadal og ég man áður en það kom brúa á ána og svo það sást ekki sjónvarp þarna mjög lengi. Það var bara alveg á allra síðustu árum sem kom almennilegt sjónvarp þarna. Og þetta var svona dálítið afskekktur bær í sjálfu sér, þó hann væri sko í miðri sveitinni. Dálítið sérstakt svona. En áður en það kom rafmagn, hvernig var þá eitthvað öðruvísi á jólum? Gerðu þið eitthvað meira, settuð meiri ljós eða fannst eftir? Nei, það voru bara lampar, það voru svona 10 línu lampar og þess aftar á veggjunum, olíulampar og lýst upp með því. Og svo voru náttúrulega bara kerti og svona eins og annar staðar á jólum. En mér fannst nú, ég man nú ekki eftir að það hafi neitt sérstakt myrkur þegar ég var krakki. Ég man ekkert eftir því svoleiðis. Þó ég muni þetta aftur fyrir rafmagnið. Það kom þegar ég var svona 6 ára eða eitthvað þar um bil. Þá gerðist mjög margt í einu. Það kom rafmagn á bæinn, það var byggt við hann. Og svo kom brúa á ána. Þannig að það var auðveldar þá að komast heim. Og á þessum árum þarna kringum 74, þá var líka keyptur bíll á heimilið í fyrsta skipti, Volkswagen Bjalla. Og það var stór breyting. Þá áttum við miklu auðveldara með að fara eitthvað, heldur en áður. En bjöllur er ekki voðalega góðar í snjó, er það? Jú, Volkswagen bjöllur er alveg feiki góðar í snjó. Það er sléttar að neðan, botninn að það er svo sléttur að ef maður keyrir nógu hratt í skaflana, þá svona rennur bíllinn yfir þá eins og sleði. Það hljómar mjög vel. Þannig að þetta hugtak að taka eitthvað á ferðinni, það var mikið umrætt í gamla daga. Mamma var bílstjórinn heima, keyrði bjölluna og átti bjölluna. Þannig að það var svona, og hún gerði mikið af þessu, hún tók alls konar skafla á ferðinni til að komast yfir þá. Hún hefur algjör ökuþór bara. Já, hún er mikill bílstjóri og er ennþá. Og gaman að bílunum sem hún á. Á hún marga bíla? Nei, hún á nú bara 1 bíl núna, nýjan Subaru. En hún hefur átt mjög marga bíla í gegnum tíðina og af alls konar sortum og gerðum og þykir mjög vænt þá alla. Það hljómar eins og efni í nýjan þátt einhvern tímann. Já, hún er mikil bílakona. Pabbi minn og mamma pabbi hét Jón Gústi Jónsson, hann er nýlega dáinn, og svo mamma heitir Ásdís Jónsdóttir og hún býr á Hólmavík núna. Ég ætla að spyrja þig, er einhver svona sérstök minning sem er eftirminnilegri en aðrar þarna æsku jólunum? Mamma segir oft sögu af jólum sem voru sérstök þarna. Því áður rafmagnið kom þá var húsið, en hún er fyrir mitt minni. Þannig að þetta er ekki í raun og veru mín minning heldur hennar.
og það var svona sólóeldavél sem að bæði var eldað á og svo hitaði hún upp húsið og það sló niður í henni einu svona aðfangadag þannig að allt húsið fylltist af sóti og reyk og það var svona eftirminnileg jól að reyna að þrífa það. Ég trúi því. Fyrir hana og þetta oft rifjað upp. Í annað skipti sagði hún líka sögu af því að það voru 2 kýr heima eins og var oft á sveitabæjum og þau mjólkuðu alltaf sitt hvora kúna, pabbi og mamma. Þannig til ég tók við og mjólkaði aðra kúna á móti pappa þegar ég varð eldri. En einu sinni þá fór hún inn á aðfangadag eftir að hún búin að mjólka og skildi svo ekkert í að pabbi kom ekki á eftir henni og þá var ekki finnið til langa mæðu sem hún fór út að gáa að honum og þá hafði hún óvart lokað henni inn í fjósinu þegar hún fór. Þannig að hann var búinn að sitja þar dágóða stund til að og bíða eftir að einhver kemur og opnaði fyrir sér. Bara halda jólin með kúnum þannig? Það stemdi allt í það sko. Já. Hún sagði að hann hefði tekið þessu með miklu jafnaðar geði bara og verið bara rólegur. Jæja, það er gott. Já. Nú ætlum við að tala um næstu mynd og þú ætlar að segja mér frá, hérna sé ég 3 prúðbúin börn og fallegt jólatré. Já, svona man ég eftir jólunum heima, en ég man samt ekki akkurat eftir þessari mynd, af því ég er ekki með á henni. Þetta eru 3 eldri systkini mín, Hrafnhildur, Svanhildur og Jón Gísli. Við erum 2 bræðurnir sem heitum Jón. Og svo er jólatréð sem ég man eftir þegar ég var krakki og þarna eru logandi kerti og voða mikið fjör og allir komnir í sparifötin sín. Já, meira segja dúkkurnar líka. Já, dúkkurnar, ég man eftir sumum af þessum dúkkum og teppinu og rúminu man ég vel eftir. Þetta voru svona mjög hátíðleg jól og það var náttúrulega allt með svipuðum hætti. Það var hlustað á messuna í útvarpinu. Ég var að spyrja mömmu út í þetta, hvort það hefði ekki verið hlustað á messuna þegar ég var krakki. Ég spurði hana því bara í gær, af því að ég var að rifja upp jólinni í gamla daga heim í Stefándal. Því ég mundi ekki eftir því að það hefði verið hlustað á messu og ekki svona hátíðleiki í kringu það. Þá sagði hún að það var hlustað á messuna alveg þangað til að þú og Jón Gísli fæddust. Þið eyðilögðuð það, sagði hún. Hvernig fóruð það því? Það voru svo mikið læti í ykkur alltaf að það var ekki nokkur leið að hafa hátíðlega stund og hlusta á messuna saman. Þannig að við höfum rústað þeirri fjölskylduhefð. Já, þannig að þú hefur það á samviskunni bara. Já, hún vildi allan að kenna mér um þetta. Jæja. Þetta er mjög falleg jólamynd finnst mér alltaf. Þarna eru þau svona í sparifötunum sínum, eldri systkini mín. Og Jón Gísli bróðir, þetta er árið áður en ég fæðist, þetta er 1967. Þessi mynd er tekin. Já, þetta er svolítið stór systkinahópur. Hvernig var að eiga svona mörg systkini? Það er frábært að eiga mörg systkini, fannst mér alltaf hreint og mér gekk nokkuð vel að láta mig linda við þau svona yfirleitt og hafði dálítið gaman aðeins. Við erum dálítið fædd á dálítið löngu tímabili, það er 20 ár svona á milli, elsta og yngsta. Þannig að þau elstu voru kannski aðeins byrjuð að fara svona heiman þegar að eða í skóla yfir veturinn og þess að þegar að þau yngstu voru að komast á legg. Ég er í miðjunni, það eru 3 eldri og 3 yngri og mér fannst ágætt að vera miðjubarn. Ég var glaður með það hlutskipti og einhvern veginn og var, held ég, alltaf dálítið svona kátt og glaðvært barn. Var svona, reyndi mikið að hafa gaman á hlutunum. Varstu mikið jólabarn? Já, mér skilst að ég hafi verið það þegar ég var krakki, en svo hefur það svona heldur versnað og satt best að segja að þá þarf ég að hafa töluvert fyrir því nú til dags að hafa gaman á jólunum og svona, það sækir að mér eitthvað svona smá þunglindi yfir hátíðirnar í raun og veru. Það er svona síðustu 6 vikurnar af árinu og aðeins fram í janúar. Er það skammdegið eða? Ég bara veit það ekki almennilega og hef aldrei gert neitt í því að skoða þetta vandlega. En ef ég passa mig vel og ef ég vinn dálítið í því, er út að labba og eitthvað svona og passa upp á að reyna að halda gleðinni, þá tekst mér það nú. En ég þarf að hafa miklu meira fyrir því allavega heldur en þegar ég var krakki. Já, ég skil þig. En fjölskyldaðin, eru þau mikil jólafjölskylda? Þau eru alveg einstök, þetta er alveg einstök jólafjölskylda. Þau eru rosalega gaman á jólunum. Það er mjög mikið skreytt heima hjá mér. Og það er nú eitt sem maður rifjar upp frá því að maður var krakki, hvað það var gaman að búa til jólaskrautið. Við vorum að klippa niður svona kramarhús og flétta saman úr blöðum
og eins kreppappír til að búa til músastiga og þess aftar. Teikna jólakort fyrir, líma myndir á jólakort og teikna í kringu það og skrifa í kringu það. Þetta var svona skemmtilegt föndur í kringu jólin. Sendið þið einhver jólakort frá okkur? Við hættum því fyrir 3-4 árum. Áður gerðum við alltaf svona heima jólakort, tókum einhverja mynd af krökkunum og skrifuðum svona áramóta pistil í, svona uppgjör ársins eða þannig. Já. Hvað allir höfðu verið að gera á árinu og hvort að menn voru búnir með þennan eða hinn skólan eða hvað þeir voru að bardúsa. Já, svona stóru viðburðir Já, ársins. hvort einhver hefði skipt vinnu og eitthvað þvíumlíkt. Hvað áttu mörg börn, fyrirgefðu? Við eigum 4 börn, ég og Ester kona mín. Þau eru 4 fædd á stuttum tíma, frá árinu 1993 til 2000, eignuðust 4 börn. Og þannig að þau eru fullorðin. Ég segi stundum að ég engin börn lengur, sko, heldur bara fullorðninga. Já. Og en auðvitað þetta börn manns þó að þau séu orðið fullorðin. Jú. Koma þau heim á jólunum? Já, þau koma ennþá heim á jólunum. Og okkur til mikillar gleði í raun og veru, og sérstaklega konunni minni sem leggur mjög mikið upp úr þessari fjölskyldustund. Henni finnst hún er mjög mikið jólabarn og það skreytt mjög mikið heima hjá okkur. Skreytt aldrei snemma. Eigum við að tala um næstu mynd? Já, þarna breytist að ég er sjálfur komin til sögunar. Já. Og þessari mynd sést ég, Barnið sem eyðilagði messuna? Já, allavega messu friðir, skulum við segja. Þannig að það var ekki lengur hægt að hlusta á messuna í útvarpinu. Þeim hefur bara þótt meira gaman að hlusta á þig. Já, þarna erum við bræðurnir, ég og Jón Gísli, sennilega á fyrstu jólunum mínum bara, 1968. Já. Ég sé bara þarna rétt að verða 1 árs eða 1 árs. Er þetta tré ennþá til sem þið eru með hana? Ég held ekki. Mér minnir að þetta tré sé ekki lengur til. Það gæti samt verið. Það eru nokkur sett af trjám þarna sem voru þarna. Og svo sér maður þarna eins og jólaskraut. Amma var mjög mikil svona handavinnukona og gerði alls konar fallega gripi. Og til dæmis kirkja á borðinu fyrir aftan sem stendur þarna sem hún tálgaði út úr einangrunarplasti. Já, sniðugt. Já, og bara býsna velgerð. Hún hérna á safninu hjá okkur í Sjávangi. Já, þessi kirkja, þannig að við eigum hann ennþá hérna. Og dýrmætt. Já, það er gaman að eiga svona gripi úr æskunni. Já. Manst þú eftir einhverju sérstöku jólaskrauti sem þú föndur það sjálfur? Nei, ég hef aldrei verið handlaginn, sko. Aðrir í ættinni hafa verið smiðir og býsna handlagir og miklir handverksmenn. Mamma getur málað myndir og sumir geta spilað á gítar og eitthvað svona. Ég hef ekki mjög mikla listræna hæfileika. Ég er miklu meiri í einhverju svona fræðagrúski og þess aftar. Meira gaman að lestri og... Já, ég var mjög mikill lestrarhestur þegar ég var krakki. Ég las alveg ógrynni á bókum og það var gríðarlegt bókasafn til heima í Steinadal. Það voru heilu veggirnir bara þaktir bókahillum, bara heimasmíðum bókahillum og bækur upp alla veggi. Eitt herbergi þarna með 2 veggjum alveg þóttum bókum. Og svo var ég í öllum herbergjum líka og bækur voru mjög mikið gefnar í jólagjöf þegar ég var krakki. Ég fekk svona 7-8 bækur, það fannst mér vera sæmilega sloppið sko á jólunum að fá svona 7-8 bækur. Og svo spændi ég þetta í mig bara á augabragði. Kom mér fyrir einhvers staðar út í horni með smákökur og eitthvað gott að drekka og las bækur alveg hreint í gríð og erg, vakta á nóttunum til þess. Já, ég var búinn að lesa þjóðsögur Jóns Árnasonar mjög ungur, bara öll 6 bindin. Og alls konar skrýtnar bækur sem börn lása ekkert endilega. Nei. Og svo áttu eldri systurnar fengu alls konar svona ástarsögur og þess áttar bækur og ég las þetta allt saman líka bara. Já, bara allt. Já, og fullorðinsbækur Og varstu strax í rauninni bara komið áhuga á þjóðfræði? Bara sem... Já, ég var farin og þjóðsögum fannst mér, ég var heillaður á þjóðsögum. Uppáhaldsbókin mín hefði verið þjóðsögur Jóns Árnasonar en ekki einhver ævintýrabók eða eitthvað þvíumlíkt. Nei. Ég las þjóðsögur aftur og aftur og hafði mjög gaman að þeim og öllum svona háska í sambandi við þjóðtrúna. Hvað svona kannski helst sem að maður velti fyrir sér í tengslu við þjóðfræðina sem kemur á jólum? Já, það er náttúrulega sko þessi vættatrú og þjóðsögurnar sem tengjast jólunum.
Það eru svona alveg hópur af vættum sem fer á kreik jólaleitið. Sem sagt, það eru jólasveinarnir og Grýla og Leppalúði auðvitað og svo líka flytur huldufólk í búferlum og það gerast alls konar svona undur á þessum tíma. Kýrnar fá mannamál á nýársnótt og þannig að þetta er svona ævintýra tími. Það sem á heimarnir einhvern veginn opnast eða skilin á milli heimann opnast og huldufólki getur komið í heimsókn og nátttröll á ferðinni og alls konar svona sagnaheimurinn verður eitthvað svo lifandi á þessum tíma. Af hverju ætli það sé? Það er myrkrið bara, þetta gerist jólin gerast eiga sér stað í besta skammdeginu og þegar myrkrið er úti og það er svona aflvaki vættatrúarinnar og sagnamennskunnar. Það er auðveldara kannski að ímynda sér að eitthvað sé að gerast Já, þegar maður sér ekki neitt. Já, þegar maður sér ekki neitt þá sér maður drauga í hverju horni. Það er alveg á hreinu að myrkrið hefur verið aðalaflvakinn fyrir þjóðtrúna og þjóðsögurnar og þessa trú. Varstu ekkert myrkfælinn sem barn? Nei, ég var ekki myrkfælinn sem barn. Bara, ég man alls ekki eftir því. Nei. Það var svona einn og einn staður þar sem ég fannst óþægilegt að vera. Þegar það var myrkur og svona vildi ekki vera á einhver staðar á ákveðnum stað á jörðinni á bak við fjárhúsin. Annars fannst mér allt í lagi og var aldrei myrkfælinn. Þú er aldrei trúað eins og draugasögunum og svona sem þú last? Nei, ég hef hugsað þetta seinna, sko. Ég las þetta sem skemmtiefni eða skemmtisögur. Ég held að ég hef aldrei verið mikið að velta fyrir mér að þetta væri raunveruleg fyrirbæri, dvergar og tröll og draugar og þess aftar jólasveinar, þeir voru svona kannski mest lifandi fyrir manni. Maður sá það náttúrulega á jólaböllunum og svoleiðis. Já, jólasveinarnir. Já, og sönnunargögnum að þeir væri til. Jú, maður fékk að hitta þá í persónu. Já. Eigum við að fara í næstu mynd? Já, þetta er svona vetrarmynd. Þarna er eitthvað... Úr Steinadal, við erum að leika okkur upp á þaki. Eitthvað áhættuatriði. Að stökkva fram af þakinu og lenda í snjónum. Það var náttúrulega mikill snjór þarna fram í dalnum og það var miklu meiri snjór þegar ég var krakki heldur en er núna. Það er eiginlega aldrei almennilegur snjór lengur, finnst manni. Bara frá 1995 þegar allt voru á kafi snjó hérna á Ströndum og mjög víða landið. Allt Norðurlandi fór eiginlega á kafi snjó 95. Mér finnst eiginlega ekki að hafa komið almennilegur snjór síðan. Nei. Þetta hefur verið svona öðruvísi heldur en í gamla daga. Þú hefur ekkert getað að hoppa fram að þökum síðan 95? Jú, ég hef nú reynt það, sko. Ég dróð nú einhvern veginn krakkan út til að hoppa fram að þaki í pínulítinn skafl. Já, það var allir sloppið rífandi frá því. Ofan að gistihúsinu. Það er gott. Þegar það kom skafl, sko, heppilegur skafl til að lendi í. En jú, það er voða gaman að hoppa á þaki og nauðsynlegt að öll börn fá að prófa það. Já, algjörlega. Já. Þannig að þetta hefur verið svona eitt af þessum svona jólasportum sem þið hafið viðhaft. Já, þetta var skemmtilegur leikur og við vorum aldrei skömmuð eða bannað að gera neitt svona þegar við vorum krakkar. Ég man ekki eftir því. Við fengum að gera þann skrattan án þess að vera skömmuð. Það er mjög merkilegt. Leika okkur í ánni alveg endalaust yfir sumarið, að fara og setja slöngu utan bala og sigla svo niður ána á balanum með uppblásna gúmmíslöngu í hring í kringum hann. Sérðu ekki fyrir þér að þú myndir leyfa börnunum þínum þegar þau voru ung að gera það? Nei, þetta er svona ýmislegt, eins og að hlaupa undan öldunum og eitthvað svona. Nú er menn skammaðir alveg í bak og fyrir ef þeir hætta sér og nálægt hættulegum öldum. Já. En þetta var aðalsportið í fjörunni að hlaupa upp og niður og undan öldunum. Já. En svo var náttúrulega aðalsportið í snjónum líka, það var að renna sér á snjóðutu og skíðum og við löpum dálítið á skíðum þarna í kringum bæinn heima. Rendum okkur á snjóðutu og búið til snjókalla og stór snjóhús og svona sem allt er hægt að gera ef það er nóg mikill snjór. Já. En ekki jafn þægilegt þegar það er lítið snjór. Maður gæti verið alveg viss um það í gamla daga, ef það var norðaustanátt þá snjóaði bara og var frost. En núna þegar það er norðaustanátt miðjan vetur þá kannski bara rigning í norðaustanáttinni og ég veit ekki hvað. Þetta er loftslagsbreytingarnar alveg augljósar hérna á Ströndum. Hvað varðar þetta? Já, þú ert ekkert í vafa um það? Nei, það er engin vafi að maður sér það bara, ég hendi sér frá þegar maður var krakki að það kom vetur og svo var bara vetur. En núna bara er hann að koma og fara allan veturinn. Þetta er bara, það er slabb og hálka og leiðindi í staðinn fyrir að sé bara snjóri yfir veturinn. Skiptir það miklu máli fyrir þig að jólin séu hvít?
Nei, ég er bara feginn þegar það er ekki hálka á veginum. Já. Og þannig að ef það væri alveg autt, þá væri það best, sko. Finnst þér ekkert minna jólalegt? Það er náttúrulega miklu meira myrkur þegar snjórinn, það er miklu bjartar yfir einhvern veginn þegar það er snjór á jörðu. Þannig að það er kannski svona lengir daginn að þessi snjór, það sé hvítt yfir. En það er ekkert sérstakt kappsmál fyrir mig að það sé endilega hvít jól. Nei. Nei, ég er búinn að fá nóg af snjó. Ég hef ábyggilega fengið það bara þegar ég var krakki hérna. Já, þú er búinn að fá þinn skammt. Já. Já, sennilega. Herðu, förum í næstu mynd. Það er líka svona snjóamynd. Já, það er nóg af snjó. Þarna er fólksokkan Bjallan föst á leiðinu upp úr hliðinu heima. Nú, ég held að þið sagt að hún hefði komist allt. Hún komst allt, sko. Já, næstu. Stundum þetta aðeins að hjálpa henni bara. Já, já. Þarna sýnist mér mamma að vera að moka hann upp. Og vera að sýna mér. Þetta er svona í kringum 78 kannski. Og þarna er ég svona 10 ára gamall. Það var svona margar æskuminningar mínar snúast ófærð. Við vorum að reyna að fara á einhverjar skemmtanir og það var svona hálf ófært og það var náttúrulega mokað veginni miklu sjaldnar heldur en núna. Heldur voru bara að reyna að búa til góð Land Rover för og svo keyrðu Land Roverarnir í röð í förunum og skólabíllinn var Land Rover eftir að ég fór að fara í skóla. Ég fór ekki í skóla reyndar fyrr en ég var að verða 10 ára gamall af því að það var ekki eðlilegt skólahald þar sem ég átti heima fyrr en kringum 78 þegar það var byggður nýr skóli. Þangað til þá var bara farskóli, þar sem að kennarinn fór á milli bæja í sveitinni, eins og bara í eldgamla daga. Og ég man þetta sem sagt. Fyrstu árin sem ég var í skóla var ég í svona skóla, farskóla. Síðasta farskólanum á Íslandi held ég bara. Já. Sem var þarna í Kollafirði og Bitru á Ströndum. Og þetta var heilmikið svona, margar minningar mínar tengjast einhvern veginn svona ferðum í skólan. Og að labba dálítinn spotta eitthvað til að komast sko, þangað sem að skólabíllinn gat sótt mann og svo keyrði hann afganginn á leiðinni og einhverju svona brasi í kringum þetta man ég eftir. Já. Ég man þegar ég var sko 10 ára gamall eða verða 10 ára gamall á löbbuðum við niður að Felli í skóla sem þar var farskólinn á Felli sem var þar næstu bæri við okkur og við löbbuðum milli, ég fór kannski svona einu sinni í viku. Og ég man að sko einn veturinn þarna í kringum 78 í mitt svipaleit og þessi mynd er tekin, þá var hafís smávegis og við verðum eitthvað svona hrædd við ísbirni. Það myndi koma ísbjörn af því að við náttúrulega lásum svo mikið að við vorum búin að lesa Nonn og manna og alls konar svona sögur þar sem að ísbirnir koma æðandi og reynda að éta fólk. Og ég man eftir því að pabbi kenndi mér ráð sko hvað ég ætti að gera þegar ég fór að labba í skóla niður að Felli, hvað ég ætti að gera ef ég myndi hitta ísbjörn. Og það var þannig að ég ótti að vera í fingravettlingum og svo þegar að ísbjörnin kæmi hlaupandi á eftir mér þá átti ég að fara úr vettlingnum þannig að hann yrði útkverfur og henda honum svo yfir öxlina og hlaupa svo eins og vitlaus maður. Svo myndi ísbjörnin koma á eftir mér og sjá vettlinginn og hann myndi stoppa þegar hann sæi að vettlingur væri útkverfur og setjast niður og reyna að snúa honum við. Af því að ísbjörnir bara þola ekki útkverf föt. Okay. Og svo þegar hann væri búinn að snúa þumlunum við sem hann væri lengi að því að hann er með svo stóra ramma að þá myndi hann halda áfram að elda mig og þá hefði ég hinn vettlinginn til að henda líka. Já. Og þessi saga sko hvarflaði náttúrulega ekki að mér að faðir minn væri að skrökva þess að okkur. Nei, sjálfsögðu ekki. Pappa ljúga ekki. Það er ekki að setja okkur í stór hættu að það kæmi nú ísbjörn. En þú myndir allan að trúa á því að þetta myndi takast? Já, ég hafði fulla trú á því sko. Já. Og svo sá ég reyndar sko þegar ég fór að rannsaka hvítabirni með fleiri fræðimönnum núna fyrir stuttu, þá fann ég í gömlum ferðabókum útlendinga sem komu til Íslands þessa sömu sögu. Sem sagt að þeir hafðu trú á því að það væri hægt að flýja undan ísbirninum og svo ætti maður að kasta af sér flík á flóttanum og þá myndi ísbirnin fara að skoða flíkina og þefa af henni og svoleiðis og þá meðan gæti maður hlaupið eitthvað áleiðis. Já, ok. Þannig að hann hefur kannski ekki alveg gripið þetta úr lausu lofti. Nei, þetta er örugglega sonn saga bara. Já, sennilega. Ég myndi alveg trúa þessu, sko. Það er gott. Ég ætla allavega að prófa þetta. Ef það kemur ísbjörn hlaupandi eftir þér. Maður er allavega enga að tapa. Já, ég myndi gera það líka. Já. Heyrðu, förum í næstu mynd. Þetta skot gengur hjá okkur. Já, þetta er leikfélagsmynd frá Hólmavík. Já. Þarna er jólaleikrit í gangi. Ert þú þarna? Ég er hérna einn af jólasveinunum. Kertasníkir er hérna. Já, þú ert kertasníkir. Múröður í peysu. Gamaldags jólasveinafötum. Sjálfsögðu. Og hérna,
ég man ég át kerti í þessu leikriti. Þú gerir það bara í alvörunni? Já, til að skemmta börnunum auðvitað, maður að gera eitthvað til að vera eftirminnilegur þegar maður leikir leikriti. Já, fórna sér í. Reyna að stela sinnu frá hinum leikurunum. Já, það snýst málið. Já, og ég reyndi að éta kerti til að ná athyglinni til mín þegar hinir voru að gera eitthvað, merkilegt. Var þetta eitthvað svona árlegt sem þið hafið haft hérna á Hólmavík eða Hólmfellandi? Það er alveg feikjuöflugt leikfélag á Hólmavík, þannig sem setur upp leikrit 2 ára á ári, má segja. Þið voru á haust nema núna á síðustu COVID-tímum og ég var með í þessu leikfélagi og þetta er eiginlega svona stóra áhugamáli mitt er að taka þátt í áhuga leiklistinni. Það má segja bara að það sé mitt aðal áhugamál. Og þarna settum við á svið leikrit sem við sömdum sjálf, sem heitir Jóladagatalið og ákveðin hópur úr leikfélaginu tók sig til og samdi leikrit fyrir jólin árið 1989. Og þetta er frá uppsetningun á því. Þarna eru Trölli í Stórufjöllum og Leppalúð og Grýla. Móðir mín leikur hérna Grýlu. Já. Og svo eru systkini mín þarna 2 eða 3 þarna líka. Og var þetta eftirminnilegt verkefni? Þetta var mjög eftirminnilegt verkefni og síðan erum við búin að setja þetta upp svona reglulega þetta jólastykki. Og þetta hentar vel fyrir krakka líka sem ræfa jóluleikrit. Og ætla að setja upp fyrir jólin. Þannig að þetta er búið að vera sýnt á nokkrum stöðum á landinu. Síðan að þetta var fyrst sett upp hérna á Hólmavík. Þegar ég var ungur í leikfélaginu þá var ég alltaf látin leika Elskhugann og einhvern svona merkismann. Núna er ég alltaf látin leika gamla kallinn þegar ég er með. Mér finnst eiginlega skemmtilegur að leika gamla kalla heldur en unga og myndarlega menn. Það er bara svo mikið tækifæri og frelsi til að vera skrítinn þegar maður er að leika einhvern sem er eldri heldur en þegar maður er að leika einhvern yngri. Já, meiri svona einhver ábyrgð sem fylgir því? Já, það er svona meiri ábyrgð sem fylgir því og maður er kannski einhverju burðarhlutverki þá í staðinn fyrir að vera svona einhver skrítin aukapersóna. Mér finnst gaman að vera skrítin aukapersóna. Já, það hljómar enda mjög vel. Já, það er eiginlega mest gaman í sambandi við leikhúsið. Já. Förum í næstu mynd. Heyrðu, þetta eru hérna 2 myndir eiginlega sem að tengjast báðar því sama. Já. Og svona vetri og útivist líka. Það lítur hættulega út. Þarna erum við að gera við rafmagnslínu norður í Árneshreppi. Eftir að ég var búinn við stúdentsprófið, þá fór ég að vinna hjá Orkubúi Vestfjarða í svona raflínuflokki og þetta var óskaplega skemmtilegu tími og þarna var maður helling úti líka aftur yfir veturinn í einhverju svona snjóbrasi, snjósleðum og snjóbílum að gera við rafmagnslínur þegar það bilaði. Þetta er norður í Árneshreppi þessar myndir báðar. Er þetta ekki hættulegt? Þetta er svona semi-hættulegt allavega, en gaman líka og svona mikil upplifun. Jú, maður var sko akkurat úti þegar veðrið var verst að reyna að lagfæra eitthvað og gera við eitthvað. Og þarna fekk ég svona, þarna hef ég sennilega fengið nóg á snjónum, sko, endanlega nóg á snjónum. Að brasa hávetur upp á heiði einhver staðar á snjósleða eða snjóbíl að reyna að gera við rafmagnslínu. Þannig að þú forðast það kannski bara í dag að fara út ef það er leiðilegt snjóveður? Já, miklu frekar. Ég er svona farin að halda mig bara innandyra og svona vonast til að rafmagnið fari ekki þegar veðrið er vont. Það er kannski sem betur fyrir einhver annar sem þarf að fara að laga það í dag. Já, svo er náttúrulega bara raflínur ekki svona lengur. Það er bara búið að setja meirihlutann af sveitalínunum hérna á ströndum í jörðu. Já. Þannig að nú er bara komin rafstrengir og þeir geta bilað hvenær sem er á árinu og ekkert sérstaklega þegar það er vont veður. Nei, einmitt. Þannig að þetta er alveg gjörbreytt frá því sem var þarna í kringum 1990 þegar ég var að vinna hjá Orkubúinu. Þá vorum við í svona endalausu brasi. Við kölluðum óveðrin, þá kölluðum það peningaveður. Nú, af hverju? Þá fengum við svo mikið útborgað, sjáðu. Við unnum svo mikla næturvinnu þegar allt fór illa. Ein stöð er annars brauð, er ekki svoleiðis? Jú, og þetta var ágætis tími og mjög skemmtilegu tími fannst mér á mörgu leyti að vinna hjá rafveitunni. Já. Þetta var áður en ég fór að læra þjóðfræði í háskólanum. Ég tók alveg 5 ára hlé áður en ég fór suður að læra. Já, og varst að vinna í... Og var að vinna í þessu, fyrst og fremst. Og leika með áhuga leikfélaginu. Já, það hljómar enda bara mjög vel. Já, það var verst að rafmagn fór á leiksýningunum. Þá þurfti ég að fara í útkall. Það var ekki gott. Æjæj, þá var skrýtningkallinn farinn. Nei, varstu þá kannski alltaf að leika ungu mennina? Þá var ég að leika ungu mennina. Já, einmitt. Mjög dramatískt þegar þeir þurftu að hlaupa út. En rafmagnið er eiginlega alveg hætt að fara, sko. Þetta er bara... Já. Þetta er allt öðruvísi heldur en það var í gamla daga.
Maður gat eiginlega gengið að í vísu líka eftir að rafmagnið var komið í Steinadal að það myndi bíla einhvern tímann yfir jólin þegar það yrði vont veður. Og svona maður beið svona, þegar maður var krakkið þá beið maður dálítið spenntur eftir því einhvern veginn svona líka. Af því að þá var svona sest niður og spilað og við áttum góða stundir við að gera eitthvað skemmtilegt. Já, það var ekki, en það var náttúrulega svo seint sem þið fengu sjónvarp. Já. Þannig að, en það var sem ekki verið að það kom sjónvarp heima, sko, þegar ég var krakki, kannski svona 10 ára eitthvað svoleiðis. Það sást bara ekkert í því, það sást allt í móðu svona, við vorum svarthvítt sjónvarp, Bang & Olufsen tæki, sem að náðist svona, sko, maður sá í gegnum snjókomuna í þessu svarthvíta tæki, svona nokkurn veginn hvað var að gerast, en það var talsvert mikið snjókoma á skjánum. En þið hafði þurft bara svona píra augun til að sjá hvað var að gera. Við letum okkur hafa þetta, horfa á þetta bara og svo þegar það voru eitthvað stórkostlegt í sjónvarpinu eins og prúðuleikararnir eða Eurovision eða eitthvað svona, þá gátum við bara að fara á nálæga bæi og fengið að horfa á sjónvarpið með einhverjum vinnum og kunningum. Já, en var hljóðið ágætt í þessu? Hljóðið var fínt alveg, þetta var úrvalstæki sko og sást betur í þessu. Og svo þegar ég byrjaði að búa 20 ára seinna, þegar ég var 20 þá fékk ég þetta svarthvíta sjónvarp og var með það fyrstu búskaparárin mín þegar við Ester byrjuðum að búa á Hólmavík, 3-4 fyrstu árin vorum við með þetta svarthvíta tæki og það var verst að horfa á það á ensku knattspyrnuna. Af því að sko, þeir sem voru í bláum og rauðum búningum, þeir voru alveg eins á litin. Já, voru allir saman liði. Þannig að maður svona sá ekki hver var að hlaupa hvert sko. Nei, einmitt. Ég get ímyndað mér að það hafi verið ruglingslegt. Það var dálítið ruglingslegt, en annars var þetta bara mjög gaman og mér finnst þetta ekki að hafa háð mér neitt. Ég hugsa að ég hef lesið meira fyrir vikið. Já. Og ég horfi ekkert rosalega mikið á sjónvarp núna þegar ég orðinn fullorðinn, einhvern veginn svona ráa ég frekar frá því, horfi kannski á fréttirnar en horfi ekki mikið á þætti og þess háttar. Nei. Við spjallum það áðan að þér fannst alveg lágmark að fá svona 7-8 bækur í jólagjöf þegar þú varst krakki. Já. Er það ennþá þannig? Nei, ég les ekki jafn mikið lengur. Ég les dálítið mikið á vefnum bara og jú, ég les bækur ennþá. Ég reyna að fara á bókasafnið og ná mér í svona 5-6 góðar glæpasögur fyrir jólin og svo les ég þær yfir jólin. Já, þú tryggir að þú eigir bækur jólin. Já, ég sæki það sjálfur á bókasafnið núna en býst ekki við að fá bækur í jólagjöf. Færðu ekki alltaf einhverjar? Nei, það er nú eiginlega orðið sáralítið. Ég fæ bara mest sokka og vettlinga og eitthvað svona, húfur. Eitthvað svona nytsamlegt. Eitthvað nytsamlegt sem mér langar í. Já, einmitt. Já, allt óvænt, allt mjög óvænt. Að sjálfsögðu. Hvernig velur þú jólagjafir? Leggurðu mikla svona hugsun í það? Já, ég hugsa alveg ótrúlega mikið um það, sko, en ég er ekkert góður í því samt, sko. En ég vel jólagjafir þannig að ég spyr börnin mín hvað hin börnin vilja. Já, einmitt. Það er aðferðin sem ég nota til að velja jólagjafir. Þú verður svona stjórnmálamannin á þetta? Já, svona lætu njósna hvert annað og svona reyna að grafa upp hvað þau vantar og eitthvað svona hvað þau langar í. Það er ágætisleið. Já. En hvernig velur þú gjöf handa konunni þinni? Ég var í mesta basli með það, en eftir að dóttir mín varð fullorðin, þá hefur hún bara hjálpað mér með þetta. Já, þú hefur haft hauk í horni við það. Já, ég haft hauk í horni og hún hjálpaði mér með jólagjafirnar og einstöku sinnum dett ég niður á mjög góðar hugmyndir. Svona einhverjar svona persónulegar mynda, ég gaf við gáum einu sinni svona ljósmyndatöku og sendum við öll börnin til ljósmyndara. Við höfum ekki gert mikið af því í gegnum tíðina, heldur bara tekið myndir sjálf. Og þá gat ég gefið henni svona pakka af ljósmyndum sem ég hefði látið taka á ljósmyndastofu af krökkunum. Já. Þetta var mjög vel heppnuð jólagjöf. Þetta er albesta sem mér hefur dottið í hug. Já, glæsilegt. Já, þetta var vel gert. Já, þú lifir lengi að þessu greinilega. Já, ég tala bara um þetta núna og gef svo bara eitthvað svona vettlinga eða eitthvað svona. Já, einmitt. Manstu þegar ég gaf þér hérna myndirnar? Já, það var vel heppnað. En ég þurfti ekki að skipuleggja það sjálfur heldur bara setti ég börnunum það fyrir og þau sáum þetta. Já, ég meina þau þurfa að gera eitthvað gagn þessu börn. Gerðu þetta vel, sko. Já. Herðu, förum í næstu mynd. Þetta eru jólasveinar á Hólmavík. Já. Þessi tveir ég náði þessum tveimur þessi tveir náðust á mynd. Þeir eru vanir að heimsækja leikskólan Lækjarbrekku á Hólmavík, þessi tveir. Já, hvaða jólasveinar eru þetta? Þetta eru Giljagur og Stekkjastöður. Já, augljóslega. Og þeir eru bræður náttúrulega eins og jólasveinarnir eru. Jú, einmitt. Og þessir eru koma árlega í leikskólan og láta illum látum við leikskólabörnin. Þeir eru með alls konar leikfimiæfingar út í garði áður en þeir ryðjast inn á leikskólan.
hvers konar leikfimiæfingar? Er eitthvað svona sérstakar jólasveinaæfingar? Já, þeir eru mjög hrifnir af leikskóla leiktækjum. Já. Og þeir renna sér niður brekkuna þarna og koma þannig í ljós og börnin safnast það saman í gluggann og horfa út og svo fara þeir í leiktækin og stunda alls konar sprell þar í dágóða stund áður en þeir koma inn. Já. Við mikinn æsing innan dyra. Já, en fá börnin ekkert að fara út að leika við þá? Nei, þeir fá það ekki. Þetta er svona, hvað heitir það þegar það er komið börn í leikskólan og aðlögun? Þetta er aðlögun. Já, þetta er aðlögun. Já, þeir leika þarna úti og svona í öruggri fjarlægð og börnin eru fyrir innan rúðuna og eitthvað svona. Svo nálgast þeir mjög hægt svona rúðuna og svo koma þeir inn og... Já, þetta þarf að gerast svona hægt og rólega. Já. Jólasveinarnir taka þarna smá aðlögun. Já. Ná svona kannski aðeins að hleypa aðeins orkunni út áður en þeir fá að og líka orkunni í börnunum og óttanum, sko. Já. Því þetta er náttúrulega skelfilega kvikindi líka og voru það í gamla daga. Þá voru þetta hálfgerð illyrmi. Já, þeir voru náttúrulega svolítið óþekkari í gamla daga heldur en þeir eru í dag. Já, það er alveg gjörbreytt. Hvað gerðist? Hvað segir þjóðfræðingurinn? Þeir hafa bara læriðu betri síði af Santa Clausi, sko. Heilagur Nikulás, hann varð fyrirmynd allra jólasveina og íslenskir jólasveinar jafnt sem aðrir, þeir tóku bara upp betri síði, fóru ekki við skóinn og mæta á jólaböll og reyna svona markaðsetja sig dálítið sem svona gleði gjafa á jólunum í staðinn fyrir að vera þessi illfugli sem þeir voru áður. Já. En af hverju voru þeir alltaf svona leiðinlegir í gamla daga? Ég held að þeir eru tröll, sko. Þeir eru af tröllaættum og þeir eru, sko, óþokkara upplægi, má segja, sko. Þeir voru miklu fleiri heldur en þessi 13 sem eru núna þekktir. Það voru svona jólasveina vísur í hverju héraði og þannig að það voru miklu fleiri nöfn þekkt og sumir af þessum gamlu jólasveina voru virkilega andstyggilegir. Eins og til dæmis Reykjarsvelgur sem var vestfiskur jólasveinn. Hann sem sagt lagðist yfir strompinn og dró inn reykinn allan og svo laumaðist inn í baðstofu og púaði framan í fólkið. Þess að hann satt eða jafnvel sko lokaði hann alveg fyrir reykháfinn þannig að það sló niður í strompinum og húsið fylltist af reyk. En það var ekki verið hann sem hefur haft eitthvað með að gera? Jú, þetta gæti alveg verið, sko. Það gæti verið, sko. Heima að þér? Já, það gæti verið. Já. Svo var annar sem heitir Lúnaslettir. Lúnaslettir, það var svona jólasveinn sem sko var mikill hlaupari og hans líf og yndi var að hlaupa eftir börnunum og þau reyndu að og hann reyndi að tók svo í lúgnapípurnar á lungunum sem voru utanliggjandi og svo hljópa hann eftir börnunum og reyndi að berja þau með blautum lungunum og þetta svona sko það er ekki skrítið þó svona jólasveinar hafi verið bara settir í straff og fá ekki lengur að koma til byggða. En þessi 13 svona sem að núna koma til byggða þeir hafa lært betri siði. Já, alveg klárlega. Já. Og öll innifli eru innan í þeim líka. Já. Já, þetta er merkilegt. Er einhverju fleiri svona sér vestfirskir svona jólasiðir eða sögur sem þú getur sagt mér? Það eru bæði sér vestfirskir og svona sér stranda. Það eru til dæmis 2 jólasveinar hérna á Vestfjarðahorninu og í Dölum sem að kvenkyns jólasveinar, Flótsokka og Flótnös. Þær fóru sveitirnar og reyndu að stela floti. Og Flótnös reyndi líka að stela börnum og hún var með svo stórt nef að því að hún faldi alltaf floti með því að tróða mörtöflunum upp í nefið á sér. Og var komin með alveg risastórt nef út af því og svo reyndi hún líka, þegar hún reyndi að ræna börnum, þá reyndi hún að tróða þeim upp í nefið á sér. Hræðilegt. Til að fara með þá þannig í tröllahellirinn. Já, það er ekki skrítið að börn hafa verið hrædd við jólasveina í gamla daga? Nei, það er ekkert skrítið. Þetta voru kvikindi, sko. Og Grýla, mamma er náttúrulega allra verst. Mannæta. Mannæta, einmitt. Já. Það er ekki mjög jólalegt. Nei, og svo voru svona sérstakt sett af jólasveinum líka á ströndum og þeir hétu svo Lækjaræsir og Bjálminn og Steingrímur héti einn. Steingrímur, það er nú bara svona venjulegt nafn. Já, Steingrímsfjörður heitir fjörður hérna eftir Steingrími trölla. Hann hefur kannski verið jólasveinn upphaflega, sko. Þú verður að rannsaka þetta? Ég þarf að rannsaka þetta betur af því að ég hef búin að hugsa dálítið mikið þetta, hvort hann hafi ekki verið svona náttúruvættur af því að í Noregi þar eru dálítið af svona náttúruvættum sem heita grímur að seinna nafni, eins og fossagrímur og fjallagrímur sem búa í annarkvort í fossi eða fjalli. Fossagrímurinn hann reynir að spila á fiðlu og reynir að lokka menn til að steypa sér í fossinn.
Og ég geti vel trúið að Steingrímur sé svona innfluttur, náttúruvættur og svo hefur hann seinna orðið jólasveinn. Ég geti vel trúið þessu. Já, þetta er áhugaverð kenning. Já, Steingrímsfjörðurinn heitir ábyggilega eftir jólasveini. Já, þið heyrðu það fyrst hér. Ég myndi halda það. Heyrðu, næsta mynd. Heyrðu, þetta eru börnin mín, 4 hérna á jólunum. Glæsileg. Við reynum alltaf að taka fallegar jólamyndir. Já, þau eru aldeilis fín. Já, þetta er alveg hreint. Þannig eru þau alveg búin að tressa sig upp og gera allt klárt fyrir jólin. En þetta eru alveg, þetta eru dýrindisbörn alveg hreint. Dagrún Ósk heitir svo elsta. Já. Og er að læra þjóðfræði. Arnór heitir sá elsti af strákunum, svo Sigfús Snævar og Jón Valur heitir sá yngsti. Eru þau jólabörn? Já, svona mikið aðeins, sko. Hver er mesta jólabarnið? Dagrún Ósk er alveg tvímælalaust mesta jólabarnið. Sækir hún það í mömmu sína? Ég hugsa það, já. Já. Það er en þau eru öll svona alveg til í allan pakkan, sko, með hefðir, með mat og þess að var. Við hugsaum aldrei mikið mat reyndar á jólunum. Það er svo gaman, svo skemmtilega partur af því. Hvað borðið þið á aðfangadagskvöld? Við borðum léttreyktan hrygg, lambahrygg og þegar ég var krakki þá var alltaf borðað hangikjöt á aðfangadag, heitt hangikjöt. Þannig að ég breytti þegar við byrjuðum að búa saman og síðan hefur léttreykt hryggurinn verið í matinn eiginlega. Alltaf léttreyktur hryggur frá KEA, það er mikilvægt. Hljómar vel. Það sé frá réttum sölu aðila. Hvað hlakkaðirðu mest til við jólin þegar þú varst barn? Manstu eftir því? Ég held að það hafi verið þessar notalegu lesstundir. Ég held að. Mér minnir það endilega að það hafi verið það sem mig hlakkaði mest til. Og svo svona þegar maður var eldri þá var það þessar samverustundir og fjölskyldan og einhvern veginn að allir væru saman sem fór að skipta meira og meira máli. Og svo eftir sem maður var eldri þá var líka maturinn að skipta meira og meira máli. Að fá gott að borða. Já. Og gera þess dagamynd. Já, gera þess dagamynd. Förum í næstu mynd. Heyrðu, þetta er svona vetrarmynd. Þetta er eiginlega partur af því sem ég var að tala að svona með árunum þá hefði ég orðið svona minna og minna. Ég þyrfti að hafa dálítið fyrir því að halda gleðinu svona yfir svartasta skammdegið. Og þetta er gönguhópur sem við stofnuðum á Hólmavík fyrir svona 10 árum. Og hann var einmitt markviss stofnaður til þess að fara út svona á meðan sólin væri hæst á lofti í svartasta skammdeginu. Þetta er sem sagt skammdegis gönguhópur. Skammdegis gönguhópur? Já, heitir Gunna fótalausa. Af hverju? Það á sér sögulega fyrirmynd. Hún Gunna fótalausa var kvenskörungur norður í Árneshreppi sem var nærri orðin úti á Steinadalsheiði. Ég er frá bænum Steinadal. Og misti af fótunum þar. Hann varð seinna bátasmiður og skörungur norður í Árneshreppi. Og gönguhópurinn heitir þetta til heiðurs henni eiginlega. Og sagan af henni er rifjuð upp reglulega í gönguferðum hópsins. En hún var til í alvörunni? Já, hún var til í alvörunni. Þetta er á 18. öld. Já. Hún var krakki nálægt móðuharðindunum. Þannig að þið sækið innblástur í hana? Já. Það er tvennt, það eru nokkrar reglur hjá gönguhópnum. Ein er svo að alveg saman hvernig veðrið er, þá förum við samt að ganga. Auglýst gönguferð er farin hvernig sem viðrar. Og hún er líka farin þó það sé bara einn sem að mæti. Já. Þá er farið bara þangað sem að stóð til að fara í ferðalaginu. Þetta er svona klukkutíma löng gönguferð á Hólmavík eða í nágrenni Hólmavíkur í hádeginu, semst yfir háveturinn. Og gönguhópurinn Gunna fótalausa er eitt af þeim aðferðum í raun og veru bara sem ég nota til þess að halda mér í formi yfir þessa dimmustu mánuði ársins. Já, þetta er skemmtileg hefð. Já. Farið þið þá bara í rauninni einu sinni á ári? Nei, við förum allt stundum þegar mikið liggur við þá förum við vikulega í dálítið langan tíma. Já, þetta fer svona alltaf eftir. Þetta fer eftir því hvernig, og ég stjórna þessum hópi. Já. En þá bara heima á Facebook og er bara til þar og ekkert formlegur og það er oft auglýst bara með stuttum fyrirvara hvert ég að fara og hvenær. En hann er virkastur þegar ég þarf mest á því að halda. Það er mjög hentugt. Já, svo mega hinir alveg skipuleggja ferðir líka ef að þeim langar til og líður illa eða eitthvað svoleiðis en það gerir það ein lengi nema ég. Takið með eitthvað nesti? Nei, það þarf ekki, Við borðum bara þegar við komum heim aftur. Já. Tökum bara langan mat þannig daginn. Ok,
hljómar vel. í vinnunni. Og Gunnar fótalausa, það vísar nú líka í það að það er svona mest skrifstofufólk og svoleiðis fólk í þróunarsetrinu á Hólmavík sem að fer í þessar gönguferðir og hjá hreppnum, skrifstofufólkið. Og og menn kannski þetta er ekki fyrir þaulvana göngugarpa, heldur er þetta fyrir svona röltara. Já, það er ekki verið að reyna að ná einhverju tímameti. Nei, alls ekki neinn tímameti og svo er svona spjalli á leiðinni og eitthvað svona að vera að segja frá einhverju að skoða eitthvað og það skiptir jafnvel meira máli heldur en gangan. Já, það er svona fræðsla í þessu líka. Já, smávegis, já. Og félagsskapur. Já. Já, þetta er góð hugmynd. Já, ég held að það má bara hver sem nota þessa hugmynd og stofna sín eigin skammdegis gönguhóp og þetta er mjög hressandi í skammdeginu ef maður svona finnst maður þurfa á því að halda að komast aðeins út, að fá smá félagsskap við það og reyna að búa til einhvern svona skemmtilegan atburð úr því, bara bjóða hverjum sem að koma með á eigin ábyrgð og eigin vegum. Það er alveg heilmikill jólaandi í því líka. Já, þetta er alveg verið, þetta er allt í anda dásamlegra samvinnu og jólaanda. Algjörlega. Förum í næstu mynd. Þetta er áramótamynd úr Steinadal, þarna erum við systkinin öll orðin fullorðin. Gömul bara, svona svipa gömul og við erum núna. Þetta er ekkert svo gömul mynd. Mjög ungleg. Já, þetta er tekin fyrir kannski svona 5 til 8 árum eitthvað svoleiðis. Þarna erum við fjölskyldan og pabba og mamma í Steinadal öll saman komin á gamlársdag. En við höfðum alltaf fyrir hefð að safnast saman í Steinadal á gamlársdag. Og söfnuðum í smá bálköst og skutum flugveldum þar og höfðum smá brennu og svona spiluðum og héldum þess sem hefð alveg fram á bara síðustu ár. Það er skemmtileg hefð. Já, þetta var alveg ljómandi skemmtilegt. Og það eru svona, já þetta var svona ein svona sterkasta hefðin okkar saman. Það var þessi gamlárshefð að hittast þá og brasa eitthvað svona saman. Þetta var ekki sparifattadagur, þetta var meira svona að tína saman ruslið sem hafði verið safnað og kveikið í og hafa bál og skemmtilegt. Og eru systkini dreifð svona út allt eða eru þau á þessu svæði eða hvar eru þau stödd? Þessi þrjú sem eru eldri en ég, þau búa hér á Hólmavík öll og mamma býr þar líka núna en 3 yngri systkini mín búa fyrir sunnan á höfuðborgarsvæðinu. Og komu oft norður bara fyrir þessa skemmtun eða þennan hittingu okkar á gamlársdag. Já, þannig að þið hafið náð að hittast þarna öll. Já, hittumst á og sofnuðum saman upp í Steinadal þar sem pabbi bjó einn síðustu árin. Já. Og komum þarna alltaf saman og reyndar á annan jólum líka ef það var fært. Og þá var það líka svona, þá fórum við upp eitt eiginlega sama hvort það var fært eða ófært. Og þá var þetta svona partur af hefðinni að brasa við að komast upp eftir, kannski bara til að snúa við og fara aftur, Já, en það var að reyna. Á einhverjum bíl, svona að reyna að fara upp eftir og vera smá stund þessa 2 daga. Það hljómar svolítið eins og þú hafi verið svolítið að sækja í það að lenda í vandræðum í snjó. Já, þetta hljómar svolítið þannig, en samt, ég er búinn að fá nóg af því núna. Ég er bara glaður þegar það er autt á jólunum. Já, og alla veturinn mín vegna mætti vera autt. Það væri bara allt í lagi. Já. Heyrðu, það er bara ein eftir. Já, þetta er kona mín, Ester Sigurðsdóttir. Já, hún er Siglfirðingur, hún er jólabarn og hún er hitt fyrir utan gönguferðirnar og útivistina, þá er það hún það sem heldur mér á floti yfir veturinn. Já. Að gera skemmtilega hluti og vera alltaf eitthvað að snúast. Þetta er svona skautamynd, það frýs smá svell á Kirkjubóli og þá fórum við að skauta og leikum okkur þar. Ertu góður á skautum? Ég er býsna góður á skautum. Ég átti skauta þegar ég var krakki og við skautuðum meðfram ánni alveg hreint fram og tilbaka þarna upp í Steinadal. Og ég get kannski ekki gert svona kúnstir miklar og hringi og svoleiðis en ég gat skautað á býsna hratt og kannski erfiðara að stoppa dálítið. En mér fannst gaman að vera á skautum þegar ég var krakki og finnst það ennþá og við förum stundum að skauta eins og þegar við förum á Akureyri. Heimsækja tengdamömmu þá förum við stundum í skautahöllina þegar krakkarnir voru yngri. En þú segir að hún sé frá Siglufirði. Er einhver svona sérstakar jólahefðir sem hún hefur tekið með þaðan eða veistu til þess?
Það kannski bara þess að miklu skreyti hefði, þetta var heima hjá henni líka, það var svona mikið skreytt og pabbi hennar var sérstakt jólabarn alveg og eins með þetta jólahús sem hún á og sem við setjum alltaf upp á Þorláksmessu. Þannig að það var svona heilmikil það eru heilmikil svona, þetta komið frá henni meira svona þau jól sem við höldum síðar árin heldur en frá mér. Já. Það má segja. En við ræddum það áðan hvað þú hlakkaði mest til jólana þegar þú varst barn, en hvað er það í dag? Hvað hlakkaði mest til við jólin? Það er nú sko annars vegar að borða, mér finnst mjög gaman að borða sko, góðan mat og ja, það er annars vegar það og hins vegar þá er það sko þetta tvennt sem hefur haldið í raun og veru í gegnum breytingarna frá því að maður var krakki, það var annars vegar þessi matarhátíð í raun og veru og svo samveran eða þessi samvera fjölskyldunar sem er eins og hún var í gamla daga þó að sé kannski gerðir aðrir hlutir eða þannig þá er þetta svona fjölskyldu stundin í þessu sem er eitthvað með svona mikilvæg og við spilum ennþá dálítið mikið og hittust á spilum bæði sko eldra fólkið og yngra og spila saman kynslóðurnar þá á jólunum. Spilið þið aðfangadagskvöld? Ég held að við spilum ekki á aðfangadagskvöld. Er ekki eitthvað með að koma skratt inn í spilin eða eitthvað? Það væri þjóðtrónni sko, þá kemur djöfullinn í spilin og fyrst birtast 2 tígulgosar og annar þeir þó djöfullinn þegar maður uppgötar þetta og svo hleypur skratt inn í spilin, já. Þannig að þið hættið ekkert á það? Ég held að við tökum þetta ekki mjög alvarlega, þessa þjóðtrú. Við þjóðfræðingarnir tökum þetta ekki mjög alvarlega. Nei. Alls konar þjóðtrú sem við brjótum gegn. Já, eins og vorum að ræða á þann, þú trúðir ekkert endilega á draugasögurnar þegar varst? Ég held ekki sko þegar ég var krakki. Nei. Var einhvern veginn. Er það mikilvæga partur á því að nenna að vera þjóðfræðingur, að vera kannski ekki endilega trúasöllu? Nei, ég held að það er bara misjant held ég, bara eins og allt annað fólk, sko, hverju það trúir og hverju ekki en menn áttar sig náttúrulega, menn læra svona fræðilegt samhengi sagnanna og hvernig þetta flakkar út allan heim og hvernig þjóðtrúin birtist í hverju landi og hvað þetta er í raun og veru mikið af þjóðtrúin og þjóðsögunum er alþjóðlegt en ekki sér íslenskt og það á við bara íslenska sagnarfin mjög mikið á honum að hann á hliðstæður í öðrum löndum. Hvað með Grýlu? Eigum við hana einn eða? Nei, við eigum Grýlu ekki alveg einn sko. Það er svona svipaðar karakterar í nágrannalönd Færeyjum og Hjaltlandseyjum og fleiri norrænum löndum. Þannig að hún á sig kannski fyrirmynd einhvers staðar, hún Grýla? Já, eða svona sprottin á sömu rótum allavega, skulum við segja. Og það eru alls konar svona illmenn í þjóðtrú annarra landa sem eru tengt jólunum líka. Já. Svona hræðilegar vættir. Já, það kom engar hræðilega vættir hjá okkur. Já, það er eitthvað svona, maður fær ekki svona upp í heimsókn. Já, einu sinni fengum við reyndar jólasvein í heimsókn mjög óvænt jólin þegar við vorum flutt inn á Kirkjuból. Nú? Þá kom jólasvein einu sinni æðandi inn, æpandi og gólandi og stal sér einhverju eldhúsáhaldi og hljóp svo út aftur og við höfum ekki minnstu hugmynd hver þetta var. Hvað var að gerast þarna, sko? Enn þann dag í dag, sko. En þú veist ekkert eins og hvaða jólasveinninn var enn eitt? Sko, mér grunar það núna að þarna hafi verið á ferðinni vinur okkar Sigurður Atlason, galdramaðurinn á Hólmavík, sem hann liggur undir grun, sko, hann hefur aldrei játað neitt, sko. Nei, maður má ekki játa svona glæp. Nei, hann hafi verið að klætt sig í föt og verið að leika jólasveinn þarna, sko. Já, hann hefur bara verið að reyna að blása í því jólaanda. Já, hann hefur eitthvað verið að gleðja okkur þarna með óvæntir uppákomu. Okkur grunar að þetta hafi verið hann en hann játar ekkert, sko, og játaði aldrei neitt. Herðu, já, við erum bara tíminn floginn frá okkur, en takk kærlega fyrir að spjalla við mig jólin. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt spjall og bara gleðileg jól. Já, gleðileg jól sömuleiðis. Takk ykkur kærlega fyrir að horfa og ég óska ykkur að sjálfsögðu líka gleðilegra jóla og já, takk fyrir í kvöld.